Við höfum nú fengið mjög góða yfirferð hjá Óla Grétari, Margréti og Gunnari Guðna yfir þá fjölmörgu virkjunarkosti sem að við erum að rannsaka. Þetta athyglisverð staða sem við erum í sem þjóð að þrátt fyrir að við séum nú þegar að nýta með nánast endurnýjanlegt orkukerfi og búin að fá mikið af orkufrekum iðnaði landsins, þá höfum við ennþá mikið af tækifærum sem að nýta þessar auðlindir enn frekar. Það er líka athyglisvert að þessi þrír orkugjafar sem við verðum að fjalla massafl, jarðvarmi og vindur, eru trúlega þær bestu leiðir sem finnast í dag til þess að vinna endurnýjanlega orku. Þannig að staðan sem við erum í eru sannarlega öfundsverð. En það er líka mikilvægt að það er eftirspurn sem við erum að horfa á. Það er eftirspurn frá fjölbreyttum iðnaði sem hefur áhuga á að semja við okkur að nýta þessa orku. En á sama hátt eru öll þessi verkefni með umhverfisáhrif. Við ráðumst ekki í virkjanir án þess að þau hafi umhverfisáhrif og við þurfum bara að vega og meta eins og kom fram hjá Rögnu. Eru þau ásættanleg miðað við þann efnahagslega ávinning sem við fáum af þessum framkvæmdum. Við teljum svo vera í mjög mörgum dæmum sem við erum að skoða, en það er undir Alþingi að ákveða, koma með ramman fyrir okkur og það er þess vegna sem við köllum eftir þetta ákall okkur það að rammaáætlun gefa okkur skýrt vinnuumhverfi þannig að við getum nýtt þessi áhugaverðu tækifæri. Að lokum í blokkfundar ætla að biðja hana Brynju að taka við aftur og stýra hérna umræðum. Mér skilst að það sé nú þegar komið eitthvað að spurningum. Gjörðu svo vel, Brynja. Takk fyrir. Þessi fundur er, eins og áður hefur komið fram, sendur út á landsvirkjun.is, hann er líka sendur út á mbl.is og Vísi og Eyjunni og við vorum að fá þar tölur og það eru 720 manns að horfa á hann á netinu sem eru fleiri en eru hér í salnum, en hér eru 530 manns sem er með. Það hafa aldrei verið fleiri í salnum á haustfundi Landsvirkjunar sem sýnir þennan mikla áhuga á þessu samtali milli Landsvirkjunar og þjóðarinnar og hagsmunaaðila. En við ætlum að hafa þann háttinn á að ég ætla að ganga salinn og þið þá réttið upp hönd ef þið viljið koma spurningu á framfæri og þá kem ég með hljóðnemann til ykkar og þið standið upp og kynnið ykkur og varpið fram spurningu ykkar til þessa góða fólks. En á meðan ég kem mér út í sal þá ætla ég að bera fram það komu 5 spurningar á Twitter sem lúta allar að sæstrengnum. Það er greinilega mikill áhugi á sæstrengnum. Þær eru nú margar snerta á sömu atriðum. Hér spyr Kristinn Jakobsson, hve langt er sæstrengsverkefnið komið? Gísli Marteinn Baldursson spyr, hvenær er raunhæft að við getum verið komið með sæstreng? Og Dagur S. Óðinsson spyr, hafa farið fram alvöru viðræður við erlenda aðila kaup á raforku í gegnum sæstreng og ef já, við hverja? Og að lokum spyr Vilhjálmur Þorsteinsson, hvað segir Landsvirkjun nýlega rannsókn sem sýnir að niðri tími sæstrengs yrði verulegur? Já, ég skal taka að mér að svara þessum spurningum. Hve langt er verkefni komið? Það er komið stutt. Þetta er senda á forathugunarstigi en Landsvirkjun hefur verið að kanna viðskiptalegu hliðina og kynna sér hvernig þetta hefur gengið annars þar. Hvenær var þetta mögulegt? Það tekur alveg örugglega nokkur ár að raun og veru að ræða þetta og undirbúa þetta. Lágmark 2-3 ár og það er örugglega frekar bjartsýnt heldur en hitt og síðan tekur 5-6 ár að leggja svona viðræður. Alvöru viðræður, það hef ekki farið fram viðræður, það liggur ekki fyrir ákvörðun stjórnvalda hvort að áhugi sé að fara í þannig viðræður, þannig að það er næsta skref. En við finnum fyrir miklum áhuga, bæði frá breskum yfirvöldum og frá breskum orkufyrirtækjum sem eru tilbúin að ræða það. Varðandi niðri tímann, þá er það ekki rétt að það sé mikil bilunartíðni, þessi strengir ganga mjög vel og það er mjög lítil bilunartíðni í þeim hjá þeim sem hefur verið að kanna og þær bilanir sem hafa verið, þær eru þá yfirleitt á miklu grunnsæfi og tengdar því að það eru gerðar skemmdir á yfirborðinu. En almennt er reynslan mjög góð og það sjáum við líka í því að til dæmis hversu Norðmenn eru ákveðnir í því að leggja fleiri sæstrengi en þeir eiga núna lengsta sæstrengin sem hefur lagð, sem er á milli Noregs og Hollands,
en þeir eru nú þegar búin að ákveða að leggja streng til Þýskalands og streng til Bretlands sem verður lengsti, 750 kilometrar, og við vitum af nokkrum öðrum sem þeir eru áforma. Og þetta er eingöngu út af þeirri góðu reynslu, bæði tæknilegu og markaðslegu og fjárhagslegu á þessu verkefnum. Þakka fyrir þetta, Hörður. Hér stendur Ólafur Teitur Guðnason, upplýsingafulltrúi Rio Tinto Alcan. Gjörðu svo vel, Ólafur. Takk fyrir það. Takk fyrir mjög góðan fund. Ég er ekki frá því að ég hafi jafnvel verið á þeim öllum þessum 10 og þeir hafa allir verið mjög góðir. Og þessi var engin undantekning þar á. Mér varst sérstaklega ánægjulegt að heyra hvernig farið var yfir stöðu Landsvirkjunar fjárhagslega, þessa fjármuna myndun sem hefur orðið, 100 milljarðar á undanförnum 4 árum held ég. Þegar metið er hversu skynsamlegt hefur verið sú stefna sem hefur verið farin, þessi stóriðju stefna að selja álverum, að þá hefur stundum heyrst það sjónarmið að orkan hafi verið seld mjög ódýrt, álfyrirtækin græði og eftir sitji Landsvirkjun nánast nær dauðaðin lífið, en mér sýnist að svo sé ekki, en þessu tengt er spurningin sem varðar framsetningu á ársreikningi og uppgjöri. Á síðasta ári var afkoma grunnrekstrar, eins og það er kallað í ársreikningnum, svo besta í sögu félagsins, en vegna alræmdra innbyggðra afleiða þá var mikið tap af rekstrinum og skýringin er, álverð lækkaði og það skýrir tapið. Og þá sitja sumir eftir með þá hugmynd, þessi bölvuðu álver, ef þau var ekki til staðar þá væri Landsvirkjun með bullandi gróða, en það er tap vegna álvers. Og þess vegna spyr ég, eru þið sammála Stefáni Svavarsyni sem að sagði í grein fyrir nokkrum árum þetta atriði, að afleiðurnar alræmdu sem að sveifla afkominni svona gífurlega hafi í raun lítið nokkuð með eiginlega afkomumælingu að gera, en hafi þau áhrif að rugla menn algerlega í rýminu í mati á félaginu. Er þið sammála því að það eigi þess að frekar að líta fram hjá þeim og það gefi réttari mynd? Takk fyrir spurningur, Ólafur. Þessar reikningsskilastaðlar eru alþjóðlegir reikningsskilastaðlar sem Landsvirkjun fer eftir og verður að fara eftir. Það er ekki valkvætt að reikna þetta svona. Og Stefán ætti þá að tala við alþjóða reikningsskilastaðlana að breyta þessu. En það er kannski ástæðan fyrir að þetta hefur áhrif á efnahaginn, þetta hefur ekki áhrif á sjóðstreymið, og þess vegna lagði ég áherslu á fjármunamyndunina, að hún gefur skýrari mynd, og við höfum líka breytt framsetningunni hjá okkur að sýna alltaf grunnreksturinn fyrir þessar sveiflur og innbyggðu afleiðinni, og hann hefur verið bara stigbatnandi og er traustur. En það er náttúrulega aðrir sem ákveða framsetningu ársreikninga, og við erum þó við reynum að skipta okkur að mörgu, að þá treystum við okkur ekki alveg í þann slag. Já, hér er spurning í gegnum Twitter. Dagur S. Óðinsson spyr, er vindbúskapur raunhæfur fyrir íslenska jarðeigendur? Er hagkvæmni fólgin í því að koma sér upp millum og selja inn á kerfið? Og mig langar til þess að bæta við þessa spurningu, hvað er hægt að sjá fyrir sér að vindorka geti orðið stór hluti af orkuframleiðslunni? Erum við að tala þarna kost sem getur orðið jafn að framleiðslu getu og vatnsaflið? Eins og ég var að tala áðan, þá eru framtíðarmöguleikar á Íslandi gríðarlega miklir ef við kjósum að fara þessa leið. Og vindorkan gæti alveg orðið jafn stór og vatnsorkan, en það fer náttúrulega algjörlega eftir því hvað við ákváðum að setja upp marga vindmyllur á endanum. Nú, varðandi hvort það sé hagkvæmt fyrir jarðeigendur, ekki kannski akkúrat núna, en það mögulega á næstu árum, já, þá myndi ég segja það. En það sjálfsögðu fer eftir því, það er náttúrulega alltaf að ná samningum og selja orkuna, og en ef hann fæst ágætisverð aðeins hærra en núna, þá er það hægt, góður búskapur. Takk fyrir þetta. Við höfum hér fyrirspyrjanda. Já, góðan dag, ég heiti Kjartan Gunnarsson, ég þakka nú fyrir þennan ágætt og fróðlega fund. Mér langaði til þess að spurja yfirstjórnina það, hvort að hún teldi það að yrði seldur minni hluti í Landsvirkjun innanlands, að það hefði ykkur grundvallar áhrif á starfsemi fyrirtækisins, og fá mat forstjórans á því hvert virði fyrirtækisins væri á hlutabréfamarkaði.
Já, það er stór spurt, breyta reikningsskilastöðlum og verðmeta fyrirtækið. En varðandi eignarhaldið þá er það náttúrulega ákvörðun eigandans að hvernig því er háttað og ég tel ekkert eðlilegt að fyrirtækið eða stjórnvöld fyrirtækis hafi svona sterkar skoðanir á því, ekki frekar en öðrum fyrirtækjum sem stjórnar, þá færast þau til í eignarhaldi og maður vinnur bara með þeim eigundum sem eiga fyrirtæki hverjum sinni. Ég tel mikilvægt ég held að það sé hægt að reka Landsvirkjun mjög vel hvernig sem eignarhaldið er. Við sjáum dæmin frá Noregi. Þá erum við með 2 öflug orkufyrirtæki, Statoil, eitt best rekna olíufyrirtæki í heiminum sem er 70% í eigu norska ríkisins og 30% á hlutabréfamarkaði. Við sjáum það fyrirkomulag virka vel og Norðmenn eru mjög sáttir við það. Svo sjáum við Statkraft, systur fyrirtæki Landsvirkjunar, raforkufyrirtæki Norðmanna. Það er 100% í eigu ríkisins og það er líka mjög vel rekið. Þannig að það er raun og veru hægt að þá þarf að tryggja bara fyrirtækinu góða stjórnarhætti og gott umhverfi, eða viðskiptalegt umhverfi, að þá tel ég að það sé báðar leiðir eru algjörlega færar og það er undir bæði ríkisstjórninni og eigandunum þjóðurinnar að koma hvernig eignarhaldinu er háttað. Varðandi verðmætið þá er það náttúrulega flókið af því verðmætið ræðst af framtíðartekjum fyrirtækisins og við vitum ekki framtíðartekjurnar, við tölum bara að þær gætu verið umtalsverðar. En eins og ég bókfært eigið fé í dag er 200 milljarðar. Svona sjóðstreymið eins og það er akkúrat í dag styður ekki við mikið hærra verð, eða það fer náttúrulega eftir hvernig ef þú tökur bara daginn í dag en þú hefur tekur framtíðarverðmæti þá er ljóst að það gæti verið umtalsvert meira en ég held að það sé ekki mögulegt að klára það í pontunni, hvernig nákvæmlega verðmæti er, enda ræðst það náttúrulega af því hver myndi kaupa, gerir ráð fyrir. Takk fyrir þetta. Hér er ég komin lengst út í horn. Gjörðu svo vel. Má ég biðja að standa á fætur? Ég heiti Sofía Sigurðardóttir og mér langar að bera hér upp spurningar Þjórsár Tungnárvirkjunarsvæðið. Við landsmenn höfum nú fengið að kynnast í núna á undanförnu að Landsvirkjun hefur gert ráðstafanir á virkjunarsvæði þessu til þess að mæta því ef svo ólíklega færi að eldsumbrot yrðu í Bárðarbungu og hvernig meðal annars að ætlunin er að veita hugsanlegri flóðbylgju fram hjá virkjunum svona til þess að verja þær. En mér langar að vita hvaða ráðstafanir eru varðandi það ef svo færi og það væru komna virkjanir í neðri hluta Þjórsár. Það sem að ég þekki ekki til þess hvernig á að standa að því. Eins líka hvort að nú er verið að gera mikla rannsóknir á flóðdreifingu á þessu svæði, hvort að það sjást til þess að taka það inn í myndina virkjanir í neðri hluta Þjórsár. Og svo af því hér var nú minnst á hugsanlega hlutabréfaverðmæti, hafa menn eitthvað spáð í það? Hvernig svona fjárfestar myndu meta áhættuna af því að ef það væri nú bara að fara í einkaframkvæmd með virkjun eins og jarðhitavirkjun við Hágöngulón, það sé austanmegin, Bárðarbungumegin við Hágöngulón. Ég myndi kannski biðja Óla að taka áætlun og flóðum, ég skal svo taka fjárfestara. Spurningin snerist var þetta áhætta flóðum, hún sneri þá aðalega neðri virkjunum í Þjórsá og almennt er að þannig eða koma svona stór flóð niður og við hefum sagt til dæmis flóð sem er á eins og komið Gjálpagossum 96 sem er undir 6.000 rúmmetrum á sekundu. Svæðið flytur slíkt flóð, yfirfallið í Sultartanga flytur slíkt flóð, takmarkaða skemmdir upp við Hágöngur. Ef slíkt flóð færi gegnum virkjanir semst á neðri hluta Þjórsárssvæðis þá eru lónin þar svo lítil, það eru auðvitað sérstök flóðvörn til staðar, en bara það vatnsmagn sem kemur í þessu minna flóði, 6.000 rúmmetrar, það myndi fylla lón í neðri hluta Þjórsár á innan við 1 klukkutíma. Þannig að rauninni að lónin sem eru til staðar í neðri hluta Þjórsár, þær auka ekki á framgang slíkra flóða. Ef flóðin eru auðvitað stærri,
þá verða eitthvað meiri skemmtir á mannvirkjum, en almennt séð eru þessar virkjanir í lægri hluta Þjórsár ekki til þess farnar að stækka allavega slík flóð. Varðandi fjárfestana og Hágönguvirkjun þá hefur það sjálfsögðu ekki verið skoðað hvort það sé áhugi fjárfesta á að koma þeirri virkjun eða öðru virkjunum í eigu Landsvirkjunar, þannig að það er erfitt að svara því. Takk fyrir það. Já, gjörðu svo vel. Ég heiti Magnús Hreggviðsson og ég þakka alveg sérstaklega þessa fundi sem eru haldnir og eru afskaplega vel framsettir og skýrir, jafnvel þó við vitum lítið virkjanir. Á þessum fundum hefur komið fram fyrst og fremst sú staðreynd sem að ég er mest hissa á og ánægilega hissa yfir, hvað í raun þetta fyrirtæki græðir mikla peninga. Og ég fór einhvern tímann af einum þessum fundum að velta vöngum yfir í að það þyrfti ekki nema kannski 15-20 ár með hóflegum fjárfestingum til að ná því marki að borga kannski á bilinu 7-10% af ríkisútgjöldum. Miðað við þessar virkjunarkosti sem að nú eru framundan og eru til skoðunar, og ef að farið svona frekar hófstilt í fjárfestingar á næstu 15-20 árum, hvað náum við því marki snemma að geta borgað arð á ári sem nemur svona 50-60 milljörðum? Já, það er aftur flókin spurning, svona hérna í pontunni, en hérna það þarf nú dálítið að gerast til þess að við náum þessum háu tölum, bara verðlega vegna þess að þetta er svona nokkurn veginn velta Landsvirkjunar í dag á þessari stærðargráðu. Hvenær við gætum farið að auka arðgreiðslur, það ræðst náttúrulega af ytri aðstæðum á fjármálamarkuðum, hvenær Landsvirkjun gæti haft greiðan aðgang að endurfjármögnun. Við höfum með núverandi skuldsetningu höfum við ekki greiðan aðgang, þurfum að lækka skuldirnar eins og við höfum verið að gera. Ég held að við þyrftum svona með við hóflegar fjárfestingar, þá þyrftum við svona 3-4 ára viðbót, þangað til við gætum farið að auka fjárfestingarnar. En við myndum síðan halda áfram að, hvað við leggjum mikið í nýjar virkjanir, það er alltaf balansinn. En ég held að það sé, með við núverandi aðstæður, að þá held ég að sé ekki langt þangað til arðgreiðslur geta aukist. Arðgreiðslur getur hún ræst síðan gríðarlega af raforkuverðinu. Það er þess sem vorum mikið að fjalla það í dag. Ef við náum þessum markmiðum eins og við erum að setja okkur og eins og virðist vera full innistæða fyrir, að þá verður mjög hröð breyting á því hvað við getum greitt í arð. Því það er þá bara hreinar nýjar útflutningstekjur án þess að við þurfum að byggja virkjanir eða skuldsetja okkur. Og það er svona mikilvægt, það sem gæti hvernig okkur gengur í því, það hefur þessi það er að svara hvernig gengur okkur í endursamningum, það mun svara því hvenar við getum aukið arðgreiðslurnar. En ég endurtek sem ég sagði áðan, þrátt fyrir að við næðum hærra raforkuverði, sem er mikið hagsmunamál fyrir okkur og þjóðina, að þá munum við áfram bjóða mjög hagstætt raforkuverð, mjög hagstætt. Takk fyrir þetta. Þið komu bæði inn á í erindum ykkar, Hörður og Ragna, stöðuna á rammaáætlun og það mátti jafnvel skynja vott af óþreyju gagnvart því að vinnunum við hana er ekki lokið, og því spyr ég bara beint, finnst ykkur sú vinna hafa dregist það mikið að það hafi haft bein neikvæð áhrif á starfsemi og afkomu Landsvirkjunar? Já, þakka þér fyrir spurninguna. Stuttasvarið er nei, ekki ennþá. Við teljum að þetta ferli hafi þurft að hafa sinn gang, en það sem en eftirspurnin hefur heldur ekki verið með þeim hætti að það hefur komið að sök. En það sem við erum einfallega að benda á núna, það er það að nú er eftirspurn og eins og fram hefur komið þá kemur hún og fer, en við viljum vera viss um það að við séum að máta þetta vel saman. Og nú teljum við að það sé brýnt að gera einmitt það. Þannig að það verði umfjöllun rammaáætlun. Við látum ekki flækjast fyrir okkur hversu erfitt viðfangsefni þetta er heldur. Að það verði teknar ákvarðanir þar sem að það eiga að vera teknar á þeim forsendum sem að við eiga hverju sinni. Þannig að við teljum það vera mjög brýnt. Takk fyrir það.
Það kom fram í frétt nýlega á RÚV í viðtali við Jón Steinsson, dósent í hagfræði við Kólumbíuháskóla, þar sem hann talaði að það væri hægt að stórbæta lífskjör hér á Íslandi með því að fara að fordæmi Norðmanna. Þar var hann að benda á að almenningur þar njóti góðs af nýtingu náttúruauðlinda í meira mæli en hér. Hann heldur í fram að ríkissjóður gæti fengið tugi milljarða á ári ef rafmagnið er selt á markaðsvirði. Hér búi menn við jafnvel verðmætari náttúruauðlindir en Norðmenn á hvern íbúa, segir hann, og að við séum að selja stærsta hluta raforkunar frá okkur til nokkura álfyrirtækja á tombóluverði, segir Jón Steinsson, dósent í hagfræði. Mér langar til þess að fá kannski viðbrögð harðar við þessum orðum Jóns. Já, ég held að kannski við höfum á ákveðin hátt svarað því að fyrirtæki fjármunamyndunni fyrirtækinu er ágætt. Ég myndur ekki segja hún væri frábær, ég held að við ættum að gera enn betur. Þannig að ég held að það er ljóst að fyrirtæki er að skila mikilli verðmætasköpun inn í samfélagið sem fer fyrst og fremst í að greiða niður skuldir. Ég tel líka að allir þeir raforkusamningar sem hafa verið gerðir á markaðsforsendum. Markaðsaðstæður voru bara allt aðrar heldur en það í dag. Þetta eru samningar margir hverjir mjög gamlir og þá var bæði öðruvísi umhverfi á Íslandi og líka erlendis. Þannig að það voru raun og veru ekki forsendur fyrir öðrum samningum. Ég held að samningar hafa alltaf verið gerðir á þeim bestu forsendum sem voru á hverjum tíma. Það breytir því ekki að ég er sammála Jóni Steinssoni með því að þessar auðlindir sem við eigum, þær geta haft mikil áhrif á samfélagið og trúlega sambærilega og við sjáum í Noregi ef við náum að spila rétt úr þeim og þessar svona horfur sem við sjáum í dag ef að þær raungerast. Það tekur tíma, þetta er ekkert sem gerist á nokkrum vikum, allur raforkuiðnaður hreyfist í árum eða áratugum en allt sem við fáum síðan helst síðan mjög vel. Takk fyrir þetta. Nú fer þess að ljúka. Hér er fyrirspyrjandi úr sal. Þetta er líklega síðasta spurningin. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það og takk fyrir ánægjuleg erindi. Gunnar heiti ég Þorgeirsson og er oddviti í Grímsnes og Grafningshreppi. Jafnframt formaður samtaka orkusveitafélaga. Þið rædduð línulagnir svona þvers og kruss yfir Ísland til þess að tryggja raforku bæði á Norðurlandi, Austurlandi og Vesturlandi. Það sem hefur kannski truflað sveitafélagasamfélagið í raforkulögnum eru þessi gríðarlegu mannvirki sem að taka burtu talsvert byggingaland og menn hafa verið dálítið svektir yfir aðkomu, auðvitað erum við náttúrulega vitlausum fundi kannski að ræða Landsnet en nú er þetta afurðir Landsvirkjunar sem að þarf nú að fara þessar línur. Menn hafa líka rætt í þessum samfélögum arðgreiðslur vegna þessara stóru mannvirkja sem að er ekki metna til fasteignar. Og þetta er nú svona eitt af því sem er að trufla dálítið nærsamfélagið af því að þetta eru umtalsverð mannvirki. Hver eru viðhorf svona forstjóra Landsvirkjunar gagnvart þessum skoðunum svona í þessum nærsamfélagum vegna þessara gríðarlegu mannvirkja? Og ég svo sem hef fylgst dálítið með línulögnum yfir Sprengisand og þetta er það væntanlega eitthvað verkefni sem er á döfinni en það er enn og aftur talað það að þetta sé lítið á landi en við erum komin langt út fyrir byggð. En þetta er það sem að truflar svolítið nærsamfélagið í þessum gríðarlegu mannvirkja byggingum. Og svo svona kannski framhald að þessu varðandi vindmyllur og það kom nú fyrirspurn það hvort að hinn almenni landeigandi ætti að fara að reisa ef ég segi vindmyllur. Hvað er vindmylla sem fasteign? Er það rafmagnsstaur með vift á endanum eða er það virkjun eða hvað er vindmylla? Svona ef við fengjum það nú skilgreind, það er ekki til í skattalögum og ekki til í álningastofni sveitafélaga eða neitt. Hvað er vindmylla? Já, Gunnar, þakka fyrir þetta. Ég held að þessi sjónarmið nærsamfélagsins sé hlutur einmitt sem þarf að ræða. Ég held að ef við horfum til Noregs að þá er ljóst að þar hefur nátt víðtæk sátt orkuvinnsluna og kannski að vísu eru línur þar ennþá umdeildar.
og það mikið vegna þess að nærsamfélagið nýtur beins ávinnings af orku mannvirkjum sem mætti auka hér og það eingöngu fasteignagjöld af virkjunum sem fara til oft lítilla sveitarfélaga. Þannig ég held að sé mikilvægt að skoða það, en það þá á borði löggjafans að skoða það hvernig það ætti að vera, en ég held líka að það gæti myndast svigrúm ef að arðsemi orkuiðnaðarins eykst til þess að meira verði skilið eftir í nærsamfélögunum og ég held að það sé bæði sanngirnissjónarmið og eins bara til þess að auka sáttina. Það rétt að ég held að það sé svona varðandi uppbyggingu orkumannvirkja, þá það kannski tvennt sem yfirleitt umdeildast. Það eru flutningslínurnar sem náttúrulega skera landslagið og fara yfir mikið landslag og hins vegar lón eru líka oft mjög umdeild. En varðandi línurnar að þá þetta nauðsynlegur hluti af innviðum. Þetta bara raunverulega sama og vegir og við þurfum að finna leiðir til þess að kannski ekki að leggja línur þvers og kruss, heldur leggja þær sem við þurfum að tengja landi saman til þess að við getum boðið upp á sambærileg lífskjör og sambærilega atvinnusköpun víðs vegar um landið og leita leiða bara til að gera þetta með sem minnstu umhverfisraski, en það ég alveg samt sammála því að þetta hefur mikil umhverfisáhrif. En æskilegt væri að nærsamfélögin nytu meira góðs af því raski sem verður í þeirra nærsamfélagi. Það teldi ég. Það ég að tala sem persóna, ekki sem endilega kannski forstjóri Landsvirkjunar. Jú, og svo var það spurningin með hvað vindmylla? Takk fyrir það. Vindmylla því miður ekki ennþá til kannski í öllu kerfinu hérna á Íslandi og það sjálfsögðu það sem við erum með því að byggja vindmyllur og vinna í þessu verkefni, þá erum við sjálfsögðu að reyna að koma því inn í kerfið í heilsinni, en ég veit að bæði við erum með vindmyllur, þessar okkar 2 vindmyllur í Skeiða- og Gnúpverjahreppi og svo eru vindmyllur í Þykkvabæ, einkaeign sem eru í Rangárþingi ytra og ég veit að sveitarstjórnirnar þar báðar eru að vinna í þessum málum og þrýsta líka á. Og svo sjálfsögðu þegar við erum eins og ef við myndum setja upp svona margar vindmyllur eins og við erum að skoða í Búrfellslundi, þá það að sjálfsögðu í samvinnu við sveitarfélagið og þá það borgum við leigu af landi eftir því. Takk fyrir þetta. Nú klukkan orðin rúmlega 4. Ég vil þakka kærlega fyrir einstaklega góðar og málefnalegar spurningar. Hörður Arnarsson forstjóri ætlar að eiga loka orðin á þessum haustfundi. Ég vil bara rétt að lokum þakka ykkur fyrir að koma og þakka ykkur fyrir að sitja líka svona lengi og taka svona virkan þátt í umræðinu. Umræða sem myndast á fundinum og í kjölfarfundarins afskaplega mikilvæg fyrir okkur sem erum að móta stefnuna fyrir þetta mikilvæga fyrirtæki og ég heldur séum bara sammála það að það eru afskaplega fjölbreytt tækifæri fyrir orkuna okkur í Íslandi og það hlutur sem við eigum að gleðjast yfir því að það getur haft gríðarleg áhrif á lífskjör okkar allra. Takk fyrir.